Já, við höfum svolítið rætt hérna gul verkalýðsfélög í tilefni þess að það er félag sem var stofnað af veitingahúsamönnum sem heitir Virðing og við höfum svona sagt frá því mjög sem hætti. En það er hérna fréttabréf félags íslenskra atvinnuflugmanna heitir Kotra og það sem var að koma út núna í desember var hérna eiginlega bara helgað þessum málaflokki og ástæðan er náttúrulega svo að fólk sem vinnur hjá flugfélagunum vinnur í svona alþjóðlegu umhverfi og það er ekki bara á Íslandi heldur eiginlega út allan heim þar sem er verið að svona brjóta niður verkalýðsfélögum í ýmsum hætti og þess vegna fekk ég Jón Þorvaldsson sem er formaður félags atvinnuflugmanna til að koma hingað. Góðan daginn og þakka þér fyrir að bjóða okkur og takk fyrir að veita þessu athygli. Já, heyrðu, þið hafið náttúrulega kannski betri sýn heldur en margir aðrir inn í þennan heim og svona þróunina sem að er víðum heim, þar sem að tilraunir til þess að reka flugfélög í samkeppni og bjóða upp á ódýra flugfargjöld byggir svolítið á því að lækka launin ykkar. Já, það er svona viðskiptamódeli sko, það er í raun og veru þar sem að almenningi er sagt sko er að þetta séu lággjalda flugfélög og vísar þá þar til þess að þeir sem ferðast greiði minna fyrir fargjaldið en í raun og veru er þetta viðskiptamódel lágtekju viðskiptamódel. Það er að segja að það er verið að sækjast í lægri tekjur en þá að taka þær inn á fjöldanum sko. En það sem er svolítið áhugavert í þessu hjá þeim er að þessi flugfélög byggja nú oft á því að þegar verið að tala um að það séu lággjöld sko, að þá blasir það alveg við að þeir fá ekki betri samninga þegar kemur að leigu á flugvélum eða leigu á mótorum og eldsneyti yfir flugskjöldum eða þjónustugjöldum á flugvöllum eða öðru sem við kemur restunum. Stundum að þeir lenda á ykkur svona skrýtnu flugvöllum eða þannig var það fyrir einhverjum áratugum síðan. Já, en þeir fá ekki lægri gjöld heldur en ef við tökum bara stór flugfélög eins og Air France, KLM grúpi eða eitthvað svoleiðis sko. Og það hins vegar snýst þetta það í raun og veru að níða þá skóinn af hennum vinnandi manni, af launþeganum. Ef að það eru þá launþegar. Þannig að þess að í flestum tilfellum er fólk þvingað í gerviverktöku. Það er að segja að fólk sem að vinnur hjá einum og sama flugrekandanum má ekki vinna fyrir annan flugrekanda. Þú ert í raun og veru helgaður þeim flugrekanda sem þú vinnur fyrir og hefur engin tækifæri til að vinna fyrir neitt annan. Þú skaffar ekki tæki og tól, þú skaffar ekki þjálfunina þína, þú getur ekki ráðið einhvern annan inn til þess að koma í staðinn fyrir þig eins og væri pípulagningarmaður að leggja lagnir í blokk sko. Þannig að þetta er ekki verktaka, það er bara verið að hafa fólki félagslega réttindi, það er verið að hafa orlofsrétt. Já. Og hún er skilgrendin á vef ríkisskattstjóra sko. En þessi stóru lággjalda flugfélög eins og Wizz Air og Ryanair og einhverjir af þessum flugfélögum fljúga hingað. Já. Er það þannig að fólki sem að þarna vinnur er í gerviverktöku eða ekki í verkalýðsfélögum eða? Já, og víða er það nú bara þannig að fólki er bara bannað að binda samtökum til þess að skipuleggja sig og standa vörð kaup og kjör. Og oft er það bara undir hótunum sko, óttastjórnun og jafnvel er skrifað og við erum búin að sjá mörg þess dæmi að það er skrifað hreinlega inn í þessa gerviverktakasamninga að það eru sektarákvæði ef að menn tjá sig bara hreinlega um þessi flugfélög eða kjörin sem að þeir eru á. Þannig og þetta er andstætt bæði vinnulöggjöfinni númer 1988 og svo lögum með loftferðir þar sem að sanngirnismenning er lögulegt hér á landi sko. Þetta er eiginlega kúltúr sem er aftur fyrir seinna stríð. Það sem að áður en að var gert samkomulag í samfélaginu að það væri gott að hafa þennan ágreining í einhverju formi, að það væri gott að launafólk myndi hafa samtakamáttinn á móti ógnarvaldi fyrirtækjaeigenda sem getur orðið eins og þú ert að lýsa til þess að fá vinnu þá gengst ég undir það að afsala mér tjáningafrelsi við sjáum bara sko hvaða samfélög eru það sem að hafa náð hvað lengst þegar það kemur bara velmegun borgarana sko að þá er það þetta
þessi norrænu velferðarsamfélög, þau hafa náð hvað lengst. Þar sem að verkalýðshreyfingin hefur verið hvað sterkust, þar sem það hefur verið þetta jafnvægi, þar sem fólk hefur fengið að berjast fyrir kjörum sínum og haft til þess ákveðin tæki og tól og þau eru lögbundin og fólk hefur skrifað undir þennan samfélagssáttmála að vera hluti af samfélagi. Og þetta í mínum huga er að stórum hluta spurningin þetta, sko, í hvernig samfélagi viljum við búa. En eitthvað geti sagt að því þú nefnir hérna Norðurlöndin, að ég veit ekki hvernig samningar Norwegian eru, en ég rekna með að þeir séu ekki sömu og SAS er að koma niður og Norwegian er að stekka og eitthvað geti sagt þér svo að já, Jón, sko, ef við höfum þetta eins og þú vilt af þetta, þá ert þú á svimandi launum og það er flogið einu sinni, tvisvar í viku til London með þá sem hafa efna og borgað farsalana hjá þér. En hérna hetjurnar sem að byggðu upp Ryanair og EasyJet og þetta, að þau hafa bara breytt, nú get ég bara flogið sko 4 sinnum á ári til Tenerife. Já, og þetta eru rök sem oft eru tekin til sko, en eru að stórum hluta til byggð á mýtu. Vegna þess að staðreyndin er reyndar svo að til dæmis eins og Ryanair borga vel. Það er að segja flugmönnunum, ekki flugfreyðunum. Og það er alveg það sama við sjáum hjá Play að þar eru flugmenn voru náttúrulega mjög illa borgaði til að byrja með en hafa kannski verið að vinna á en flugfreyjurnar eru langt undir lágmarkslaunum. Og við sáum bara þegar að þeir fara á staði þessa vegferð að þá er í raun og veru búin til fjárfestakynning fyrir lífeyrissjóði og fjárfesta þar sem að uppleggið er félagsleg undirboð. Og við hljótum að spyrja okkur að því hver er þá ábyrgð lífeyrissjóða. Svo keyptu í Play á sín tíma. Já, Birta og Lífsverk sem að voru kjölfestu fjárfestar í upphafi. En fjárfestakynningin byggir á félagslegum undirboðum. Það var það sem átti að gera reksturinn betri, var í raun og veru að níða skóinn af hennu vinnandi manni, sko. Og það má alveg segja það, já, að það eru flugfélög sem að taka þátt í samfélaginu, eru með kjarasamninga og greiða laun og virða þetta samtal við verkalýðsfélög sem að alla jafna greiða betri laun og eru með félagslegu réttindin inn í sínum kjarasamningum og þann kostnað, ef við megum segja sem því fylgir. En staðreyndin er líka svo að þegar að gerður er verðsamanburður að þá eru þau ekki endilega dýrari. Sko verð á farmiðum almennt séð hefur lækkað mjög mikið á síðustu 30 árum. Þetta var þannig þegar ég er alveg upp að það var svona frekar betur megandi fólk sem að hafði efna því að ferðast og það er alveg rétt sem þú segir að núna er það komið svo að almenningi er gert það kleift að ferðast. En það er ekkit endilega ódýrara að fara með lággjaldaflugfélaginu þegar allt er tekið til. Það eru búin til gilliboð á netinu og sagt þú getur farið fyrir 9.000 krónur eða eitthvað svona sko. En þá eftir að rukka innréttunduna gjald og töskuna og svo framvegis sko. Þetta endar á sama stað sko. Og hvað er svo sem lært á þetta svolítið, átt að segja á þessu að þetta er ekki alveg. Og ekki misskilja mig þess að sko samkeppnin er að finna góða fyrir í raun og veru markaðan allan sko. Við fögnum því ef sem flesti geta ferðast og þessi heilbrigð og góð samkeppni. En það skiptir líka máli fyrir fyrirtækin í landinu og það sem að maður verður alltaf svolítið hissa á að þegar að í raun og veru samtök atvinnulífsins sem eru með og eru í forsvari fyrir 70% af vinnumarkaði á Íslandi gera kjarasamninga, eru útvörður íslenska ríkisins til dæmis í sáttmála Sameinuðu þjóðanna sko, það að halda hér uppi heilbrigðu vinnumarkaði, að koma í veg fyrir spillingu og svo framvegis, hleypa síðan inn í sína raðir aðilum eins og Bláfugli sem var þar fyrirrendar en síðan kaupir Avia Solutions Group það félag, fer í sem sagt massív félagslegu undirboð og sama eins og hjá Play að það er enga kröfur gerðar á í raun og veru hátterni eða siðferði að þá hálfu þessar aðila. Engar. En er það ekki þannig að þegar þið eru að semja þá semjið við Icelandair en þið semjið ekki við SA? Jú, samningsumboðið er hjá SA. Formlega séð. Já, en af hverju virkar það ekki það sama hjá ykkur eins og gerir til dæmis hjá Eflingu og starfsmönnum á veitingahúsum að samningur Eflingar kjör á veitingahúsum, hann gildir. Já, þetta en hjá ykkur er það ekki þannig að þótt að þið gerir þennan samning að þá getur Play gert bara samning við sitt félag á allt öðrum kjörum. Já sko, raunverulega séð og samkvæmt vinnulöggjöfinni þá ætti svo samningur sem fyrir sem eru þeir samningar sem að FÍA hefur gert við þá flugrekendur sem eru með samningu okkur sem að eru á annan tug. Það ætti að vera grunnsamningar. Það er ekki. Nei, það er ekki og það er ekki farið að lög.
spillingin bara þannig hérna á Íslandi sko. Það við erum búin að reka málaferli gagnvart Bláfugli núna síðan 2021 þegar þeir fara í þessi og við höfum unnið í öllum málum sem við höfum farið og dragað á í gegnum réttarkerfið, unnið öll mál. Þannig að löggjafinn hefur talað, dómsvaldið hefur talað, en framkvæmdavaldið, það að segja eftirlitsaðalarnir, þeir þegja bara þunnu hljóði og það alveg sama hvort að til dæmis Vinnumálastofnun og félagsmálaráðuneytið var undir stjórn Framsóknarflokksins eða Vinstri grænna, að því miður var bara skilað auðu. Það bara eins og menn treysti sér ekki í hennar slag. Og þá það vegna þess að þessi fyrirtæki eru álitinu vera svona forseta fyrir vexti ferðaþjónustunnar og annað slíkt og þar leiðandi sér það efnahagslega nauðsynlegt að láta þetta slæta. Já, en skoðum þessa fullyrðingu. Hún er hérna, vissulega hefur henni oft verið slengt fram. En við sjáum bara að... Hún var það, ég man bæði, það var ekki bara útboðið hjá Play, heldur þegar það var endurskipulagning á Icelandair, að þá var einfallega í eiginlega útboðslýsingunni og stuðningi ríkisins forsendur það að ykkar kjör eruðu lækkuð. Já, það var það og við sáum þar að þar steig ríkið inni með þeim hætti að það var ekki stuðningur við fyrirtæki til þess að halda fólki í vinnu eins og við sáum til dæmis í Bandaríkjunum. Heldur var stuðningurinn í því formi að losa sig við fólk. Og meðan réð Icelandair félag sem heitir Seabury sem að sérhæfir sig í því að leiðbeina það hvernig sé best að fara í það sem kallast á ensku union busting eða félagslegu undirboð eða að rústa stéttarfélögum. En þeir koma hins vegar á fundi til okkar með úlfurinn í Sauðagerðinu við erum hérna til að hjálpa þér Þannig að við erum búin að sjá þetta allt saman Þannig að stjórnvöld, og þú ert að segja það, hafa raunverulega leyft þessum tilteknum fyrirtækjum að brjóta gegn vinnulöggjöfinni. Já, algjörlega. Og það hefur verið sýnt fram á það í félagsdómi aftur og aftur. Já, þetta er ekki bara skoðun. Dómsvaldið hefur talað. Þetta er algjörlega skýrt. Og við sjáum bara eftirlitsaðalarnir eru fleiri heldur en bara Vinnumálastofnun. Það er náttúrulega ráðuneytið sem slíkt og það er lögregla og það er skattayfirvöld. Það eru margir sem eiga að koma að þessu og þrátt fyrir ábendingar, þrátt fyrir bréfaskriftir, þrátt fyrir að við höfum kært úrskurði að þá er ekkert gert. Þetta er bara stórt. Ég get alveg sagt þér það ef að það væri flugmaður eða flugfreyja eða flugvirki sem að hefði farið og unnið einhvers staðar erlendis, væri íslenskur ríkisborgari og jafnvel skráð sig úr landi og færi út úr félagslega kerfinu, nyti ekki félagslega réttinda á Íslandi og meðan við komum til byggja erlendis. Kæmi síðan aftur heim, skatturinn myndi ekki víla það fyrir sér að hjóla í þannig einstakling og krefja hann skattgreiðslur aftur í tíman með 25% álagi og höfustól án þess að hafa rannsaka málið. Það er hjólað í það alveg leið. Þar virðist vera verkefni sem fólk ræður við. Það er að segja að taka einstaklingin niður en það er ekki farið í þessa stóru tölur eða í reksturinn. En við höfum séð hérna svona niðurbrót á kjörum stétta eins og það sem að stjórnvöld sætta sig við til dæmis að fraktaraflotinn eða flutningaskipaflotinn hann er flaggaður út og ég held að sé ekkert skip á Íslandi held ég. Nei, þetta gerðist hérna á 9. áratug síðustaldar að þá raunverulega töpuðust 500.000 störf á Atlantshafinu í þessum geira. Og það gerist bara með þessu skipulega niðurbroti. Það er að segja að það er öllu flaggað út og útvistað og eftirstendur ekkert. En íslensk stjórnvöld, þau horfa á þetta, þau ger ekki neitt. Nei. Og ég meina sjómenn voru að benda á þetta og þetta er eiginlega bara svona töpuð orrustu eitthvað þar í fortíðinni. En það var samt hljóma svolítið eins og þú ert að lýsa þessu að stjórnvöld bara ger ekki neitt og þau segja sem svo að auðvitað gætu við varið þetta en þá myndum við setja í háska flutninga til landsins. Ég býst við að hafi selt sér þá hugmynd. Já. Og þess vegna verðum við bara að láta þetta slæta og okkar félög verða bara að fá að gera sama sóðaskapinu og allir aðrir. Og það var bara gert með opin augun. Og að sömuleyti gætu við verið að horfa á svona hæga þróun ef við færum kannski bara 15 ára aftur í tíman. Að þá sérðu ekki góða þróun í ykkar svona vend á ykkar réttindum frá íslensku stjórnvöldum. Langur við frá og það er svolítið merkilegt þess að ef þú berð Ísland saman við erum oft mjög sérstök og náttúrulega vísum til höfðatölu og annað slíkt en það sem er svolítið sérstakt í hagstærðunum fyrir Ísland er náttúrulega flutningar og við þekkjum það bara frá gamla sáttmála og einokunarverslun og öllu þessu að samgöngur og flutningar til að fá landinu er okkur algjörlega lífsnauðsynleg og það endurspeglast í því að flugrekstur
sem vægja þjóðarframleiðslu hjá okkur á milli 13 og 14% og hefur verið núna í hartnær áratug og fer vaxandi. Á alþjóðlegum mælikvarða þetta yfirleitt 3,5 til 3,6%. Þannig að vægi þessara greinar gríðarlega mikilvægt á Íslandi. Og það má vera að fólk horfi sem svo á, verður við þá ekki bara að spila sama leikinn, sko. En ég held að fólk verða að horfa svolítið stærra á þetta, sko, að málið að til þess að hafa öruga og reglulega flutninga, þá þurfum við að spila eftir þessum leikreglum, en þess að nú eru tryggð og trúnaður þeirra sem starfa í þessum störfum. Hann byggist á því að þessi félagslegi grunnur sem að baki kjarasamningum sé til staðar. Öðruvísi færði ekki tryggðina. Og við sjáum að starfsmannaveltan hjá þessum félögum sem að ganga illum þetta, hún margfalt meiri. Og við sáum til að mynda í COVID að þar voru félög eins og Atlanta sem að voru svissuð úr því að vera í farþegaflugi að langmestu leyti, algjörlega yfir í vöruflutninga. Og það var mikið að gera á þessum tíma, þurfti að flytja mikið að því að farþegaflótin í heiminu lá bara niðri og það svo mikið hluti af vörum sem fluttur í lestum farþegaflugvéla, þannig að eftirspurnin jókst mjög mikið í fraktflutningum. Og það sem að gerist þar að það voru alls konar kúrikar sem komu upp og fóru að bjóða í samninga, en þá fóru byrgjarnir og þeir sem voru að kaupa þjónustuna að spurja hvaða mannskap ertu með? Og þá var svarið til þess að fá samninga, ég með unionized pilots. Það var svarið. Er þetta ekki fágætt krafa einhverja byrgja eða heilsala að það sé farið eftir leikreglum? Jú, en það sko það í raun og veru held ég. Heilsali segir bara ég verður bara að auka arðsemi míns fyrirtækis sem mikið hægt er. Já, ég held að sko grunnurinn á bakvið spurninguna hafi ekki verið sko við krefjum ykkur að fara til leikreglum. Máli var það að mannskapurinn til þess að keyra samningin og til þess að þeir gætu staðið við sína skuldbindningar var bara sá að þau félög sem voru með flugmenn sem voru í stéttarfélögum tryggari starfsmenn og áræðanlegri sem að gera það verkum að félögin sem að fengu svo samningana þau gætu staðið við skuldbindningarnar. En Icelandair, þú segir að þeir hafa kallað og það komið fram í fréttum að fengi svona ráðgjöf frá einhverju bandarísku ráðgjöfafyrirtæki hvernig ætti að eiga við stéttarfélög. Tengist eitthvað Icelandair að þeir gerðu keyptu Grænhöfða í að flugfélagið með þá hugmyndum að flytja raunverulega business model með stopover bara færa það suður. Þannig að Play var að flytja einhverjar höfuðstöðar, ég man ekki hvert, til Möltu. Já. Þannig þessi flugfélög að leita einhverja leiða, fyrst og fremst til þess að komast fram hjá ykkur. Býst ég við? Já, sko við getum ekki vaxið mikið hér og þess vegna leitum við kannski að kaupa flugfélög á Azoríum og að flytja loftleiðamódelið þangað og menn eru sífellt að leita einhverju leiðum til þess að komast út úr. Já, ég borga þeir svona hálfin. Ég veit það ekki hvort að það allavega þegar sko Cabo Verde dæmið hjá loftleiðum og Icelandair var í gangi, þá held ég að þar hafi verið hugmyndin að í raun og veru búa til tengistöð í Suður-Atlantshafi sem væri á svipuðum forsendum og Íslandi. Það ekki flytja flugvél. Nei, ég held að það hafi ekki verið og þar var í raun og veru verið að hugsa að flytja jafnvel þekkingu og reynslu og tæki eins og 757 sem nú verið að fasa út yfir á aðra starfsstöð þar sem að hægt væri að sinna öðru módeli og þetta átti að byggja upp með heimamönnum á Cabo Verde sko. Gekk síðan ekki upp að hluta til vegna COVID og kannski einhverjir aðri hluti sem ég þekki ekki til sko. En það er vissulega rétt að það er verið og það er svolítið merkilegt að það sé leiðin út úr þessu módeli sé til Evrópu. Það sem allt svo gott. En sem alltaf hluti af Evrópusambandinu, ekki sagt. Og af hverju fara menn þangað? Þannig að uppruni löggjafarinnar raunverulega þar. Og maður myndi halda að þarna væri staðið mjög þéttur vörður það að allir færa á leikreglunum, sko. En það ekki. Þarna eru búin til skattaskjól. Þarna eru búin til í raun og veru svæði þar sem að þú getur spilað eftir svolítið öðrum reglum, sko. Og það er svolítið merkilegt sko. Verkalýðshreyfingin að brotna niður víða í Evrópu sem hefur gert í Bandaríkjunum. Já, og komið miklu lengra heldur en við sjáum hérna á Íslandi sko. Miklu lengra og þá er maður að velta fyrir sér að við erum náttúrulega með það eru minni þrótt í þessu kerfi okkar á Íslandi. Þetta samkomulagi í samfélaginu að til þess að hafa þroskað vinnumarkað þá verðum við að virða rétt
launafólks til þess að byrja samtökum. Akkurat. Og við sættum okkur við átöki sem inn á þessu. Jáfnvel, einhverju geti sagt að þið getur lokað Íslandi að það verður eiginlega ofbeldisverk. Við sættum okkur við það. Þess að reynslan hefur sýnt að með þessum hætti þá byggjum við betri vinnumarkað, öruggari með meiri stabíli vinnumarkað og náttúrulega betra samfélag. En við erum það er svo hátt hlutfall fólk sem starfar samkvæmt samningum hérna á Íslandi, hærri heldur en bara nokkurs annars staðar, hærri en á Norðurlöndunum og svona. Og þá er spurningin, sérðu fyrir þér að við getum haldið þessu þó svo að heimurinn sé að fara til fjandars? Já, þetta falleg spá. Nei, ég veit hvað það er. Þinni aðtökrið sér maður hörnun eiginlega bara allstaðar. Ég held að ég held að það sé hægt og ástæðan fyrir því ég held að það sé hægt er að þegar við horfum til þeirra flugfélaga sem að í raun og veru gengur vel og hefur gengið vel í raun og veru consistently í gegnum tíðina, þó að uppkomi tímabil þar sem að gengur lagar að þá er það allt saman félög sem að hafa farið eftir leikreglum og eru með samninga við sitt starfsfólk og standa við þá og það er mikilvægt að halda því til haga að það eru flest fyrirtæki á Íslandi, langflest fyrirtæki sem að fara eftir þessum leikreglum og þau taka þátt í þessu samtali og það eru vissulega getur þau átök á vinnumarkaði. En yfirleitt er það leitt til lykta á siðaramanna hátt. Það er að segja að menn sittast niður við borðum en ræða málin og komast að niðurstöðu. Og það heyri til undantekninga frekar en hitt að það séu mjög hörð átök eins og voru kannski hérna á segjum 3. og 4. áratug síðustu aldar þar sem að fólk var raunverulega að berjast fyrir kjörum í bókstaflegri merkingu þess orðs. Þar sem menn slóust og þess vegna þótti mikilvægt að forma þetta með akkurat, vegna þess að við mögum ekki gleyma því að það er eftirspurn eftir vinnuafli til að mynda á Íslandi. Hér hefur hagvöxtur verið meiri heldur en bæði í samanburðarlöndum í Evrópu eða í Bandaríkjunum og hér hefur kaupmáttur verið meiri, það er að segja aukning og kaupmætti meiri heldur en í samanburðarlöndunum og þó að vissulega séu alltaf einhverjir sem að bera minna úr bítum í þeirri aukningu en þegar að allt kemur til alls að þá má ekki gleyma því að til að mynda hvað varðar verkföll eða ofbeldisaðgerðir eða hvernig sem að narratífið er hannað í því að þá er til að mynda flugmenn, bara ef ég tali bara okkar stétt, að það var farið í verkfall 98-9 og það var fyrir misskilning, það voru borin vitlaus skilaboð á milli herbergja hjá ríkissáttasemjara sem var mjög stutt og svo var það 12 tíma verkfall árið 2014. Það er allt og sumt. Og það er meira segja í Bláfuggsmálinu að þar í raun og veru erum við í kjarasamningsviðræðum og það er viðræðaáætlun og málið er inn hjá ríkissáttasemjara og þá er farið í þessi félagslegu undirbúð þar sem öllum þeim sem eru á kjarasamningi bara sagt upp, gerviverktakar inn í staðinn og forstjóri félagsins fullir að nú verði bara sjálfstætt starfandi flugmenn sem vinni hjá Bláfugli og þetta muni ekki hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins. Hvar er Bláfugli í dag? Með þetta sterka bakland sem að Avia Solutions Group á að vera alþjóðlegt fyrirtæki með höfuðstöðvar í skattastjólum, hvar er þetta í dag? Það er búið að skila flugumferðarleyfinu og það var ekki af því að við stoppuðum það er bara vegna þess að þetta viðskiptamódel gengur ekki upp það er bara þannig og lengdar gangi ekki viðskiptamódelu upp að sækja arð til eigandana með því að berja niður kjörið þín? Nei, vegna þess að og það er ýmis fræði og alls konar spekulasjónir í markaðsfræðum og hjá stjórnendum fyrirtækja þar sem að menn ræða það bara hvernig heldur fyrirtæki gangandi og menn segja það að keppa alltaf í kostnaði skilar þér á gólfið. Það er að segja að það er eitthvað gólf sem þú kemst ekki niður fyrir. En ef þú keppir í gæðum á vöru eða þjónustu eða einhverju öðru, að þá er mjög líklegt að það er vegni betur og þess að þar er raun og veru engin takmörk á því hvert þú getur farið. Þú getur alltaf gert betur. Það er ekki að gera nema í góðri sátt við starfsfólk. Nei, akkurat og það eins og þegar við tölum Play að á þessi samningar sem voru gerðir þar, að það er raun og veru bara óvinveitt yfirtaka á stéttarfélagi sem að var vissulega stofnað. Íslenska flugmannafélagi var stofnað af launamönnum hjá VR og það var stéttarfélagi í öllum skilningi þeirra laga og voru í samstarfi við okkur hjá félagi íslenskra atvinnuflugmanna meðal annars í öryggismálum og síðan þegar að VÁ fer á hausinn, þetta stóra gjaldþrot sem það var, að þá skapa svona aðstæður þar sem að margir eru atvinnulausir og þá sjá menn sér leik á borði, taka yfir þetta stéttarfélag, nafnin á því er breytt og síðan eru bara búnir til kjarasamningar upp á skrifstofu hjá Play og kallaðir innleiguliðar
sem að voru ekki í starfi hjá Play, voru ekki launþegar, hefðu ekki verið kosnir til verksins, voru ekki í umboði, það hefðu ekki verið gerð viðræðaáætlun og ekkert inn hjá ríkissáttasemjara og bara sagt, skrifa hér, borgum ykkur bara fyrir þetta, svo fáið kannski vinnu hjá okkur seinna. Og það bara staðreynd málsins. Og þetta hefur komið fram, sko? Já, þetta hefur komið fram. Það vita allir af þessu. Drífa Snædal, fyrrverandi forseti ASÍ, gerði á ég að segja góða tilraun til þess að vekja máls á þessu og reyna að fá einhver umræðu þetta, en því miður. En á þeim tíma, að þá hugsaði maður oft að því að þar var forstjóri Play og Drífu stilt upp saman, eins og var svona ólík sjónarmið. Já. Að meina Drífa var að halda fram sem við erum að tala hér, segir bara grundvallar atriði til þess að halda hér upp í siðuðu samfélagi. Já. Og hinn var að brjóta það niður. Og þetta var svona stilt upp eins og svona eðlilegu argumenti í samfélaginu. Já, akkurat. Ég undraði mig oft þessu. Það var ekki, það var á Vísi og Stöð 2 og það var á RÚV og það var í Mogganum og í öllum fjölmiðlum. Stilt upp svona eins og bara eðlilegu argumenti sem ættum að eiga í. Já, en málið það, við sjáum bara hvernig fjölmiðlun hefur líka, hvernig henni hefur hrakað. Bara í áranna rás. Einu sinni var það þannig að það voru fjölmiðlar sem að sögðu fréttir og listu í raun og veru atburðum og fluttu fréttir, bjöggu þeir ekki til endilega, heldur bara fluttu fréttir. Í dag til dæmis lungaða fjölmiðlamönnum á verktakasamningum. Jafnvel þó vinni hjá sama ríkisfjölmiðlunum alla ævi og bara á verktakagreiðslum. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að það er mjög erfitt að fá umræðu þetta. Þannig að þess að menn eru sjálfur þáttakendur í þessum leik og margir fjölmiðlamenn að maður ætla að alhafa neitt í raun og veru fá ekki tíman og resursana til þess að flytja fréttir heldur verða svona eins konar mikrofónstatíf fyrir þann sem talar og svo það þá bara spurning hver talar hæst og þess vegna held ég að vinsæld þessara hlaðvarpsþátta sem eru náttúrulega núna mjög víða að hún orðin slík sem hún vegna þess að þar miklu beittari umræða, það tími til að ræða máli bara eins og við erum að gera hér. Það ekki alltaf sjónarmiðin, ég getur orðið svolítið skökk í þessum hlaðvörpum þau eru nú fleiri og frekar eru þau hægri sinnu vegna þess að þau fá kostun og eitthvað fleira, ég held að sé án efa og maður verður alltaf að svona gera sér grein fyrir því ef þú kveikir á viðtækinu hver það sem stýrir podcastinu, það alveg eins og ef maður tekur upp Morgunblaðið, ég veit hver á Morgunblaðið og ég veit alveg hvernig ritstjórnarstefnan þar, maður alveg að svona taka og deila í það sem það eitt getur verið að umræðan í kringum Play hafi verið að veiki fjölmiðlar og þeir geti ekki eiginlega tekið eða greint mál áður en byrja að flytja fréttir þannig að þetta verður bara hann segir, hún segir. Við sáum svona tilneyingu til þess þegar að fréttirnar virðingu voru að koma upp að þá mætti formaður sveit og sagðist ekki taka þátt í einhverjum ágreiningi Eflingar eins og vandamáli væri athugasemdir Eflingar en ekki gult verkalýðsfélag. Þetta var bara flutt sem eðlilega fréttir. En þetta bara það sem orðið tíska í dag, það að gaslýsa alla umræðu. Það er að taka ekki málefnið sem á borðinu og ræða það, heldur þá það hjóla í mannin, hjóla í Eflingu eða Sólveigu Önnu sem forsvarsmaður Eflingar og hjóla eins og þau hafi fundið upp eitthvað til að gera ágreiningum en ekki sá sem að raunverulega olli ágreiningum og þá lítur maður að spyrja sig líka en býtu, hvar eru ráðamenn? Hvar eru þeir sem að við kusum til valda en á alþingi og bera þessa ábyrgð og ber með lögum að fylgja því eftir. Hvað eru eftirlitsaðalnir? Af hverju eru við að greiða skatta til að halda upp í öflugum eftirlitsaðalum sem að síðan bara sinna ekki skyldu sinni? Ég held að sé ákveðin blinda í stjórnmálunum fyrir því að venda rétt launafólks til þess að heyja sína kjarabaráttu. Samkvæmt einhverjum viðurkenndum leikreglum. Já, en af því ég gagnrýni hér fjölmiðla og ég gagnrýni hér ráðamenn og eftirlitsaðala að þá þurfum við líka að horfa inn á við, bara við sem borgarar í þessu samfélagi, hluti af því. Við erum líka sek, vegna þess að við erum svo upptekin af neyslunni að okkur finnst sjálfsagt að fá bara hlutina ódýrari á alveg sama hvaða kostnað það er.
Við viljum fá ódýrari hamborgara og við viljum þá að það sé svínað á þeim sem eru í uppvaskinu. Eða á bóndanum sem að, þú veist, eða mannum sem keyrir vörubílinn eða hvað sem sko, hvort sem það aðfangakeðjan eða upprunnin. Hluta ferðaþjónustunni, það hefur verið að sækja arðin í því að berja niður launakjör, en ekki við að byggja upp svona jákvætt fyrirtæki sem þú veist að lýsa. Og svo bara sjáum við það að umræðan eins og til dæmis mansal sem er hluti af því sem er náttúrulega bara mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og allt þetta og ríkið á að standa vörð það til dæmis að það sé ábyrgðarkeðja, það er að segja við semjum ekki við verktaka sem að fara ekki til leikreglum og svo framvegis. Ríkið gerir það alveg miskunnarlaust. Við hvað samt ríkið þegar að koma vopnaflutningum til Úkraínu. Skilur, við sem stjórnarskrár bundið eru við hlutlaust ríki og hernaðarlaust. En hvað gerum við þarna í fyrsta skipti í sögunni? Við lýsum ekki hlutleysi, skilur, eða gagnrýnum innrásina, en hvetjum til friðar. Við förum bara í að kaupa vopn til þess að drepa Rússa, sem að hefur verið vinaþjóð okkar alla tíð, Þannig eru komin í annar mál sem að vera gaman að tala við þess en ég er bara með play að því að stjórnvöld ger ekki eitthvað. Eitt það náttúrulega að flugmenn eru fámennþétt sem hefur mjög sterkt verkfallsvopn og náð að knýja fram mjög góð kjör. Það er svona í sögunni. Svo það flugþjónarnir, flugfreyjurnar oftast að kalla, að það þótti bara svona ævintýrlegt líf fyrir svona ungar konur að þær fengu bara borgað raunverulega í einhverju öðru en launum, svona einhverjum hugmynd. Það er svo margir, bara svona, þú auglýsir eftir vandi flugfreyjur, þá sækja kannski 500 kannski 20 störf. Þannig að svona samúðin eða svona hugmyndunum að það þurfi að venda ykkur eða flugþjónana. Hún bara ekki sterk í samfélaginu. Þið njótið ekki samkenndar og samúðar eins og þetta. Nei, og það er svo segir, það er bara einhver hugmynd sem er þarna úti og ef ég tala fyrstu flugmennina að þá er það svo að flugmenn bundu samtökum 1946, þetta er 78 ára gamalt fagfélag sem að síðar verður stéttarfélag líka. Í upphafi var félagsrískra atvinnuflugmanna stofnað utan flugöryggismál og það voru eigendur flugfélagana sem stóðu að stofnun þeirra ásamt flugmönnum sem þar unnu og sátu í stjórn fagfélagsins og það var verið að berjast fyrir almanna öryggi í almanna flugi fyrst og fremst. Síðar koma kjarasamningarnir inn í þetta og það verður stór hluti af því sem við berjumst fyrir, en þetta er ennþá einn af þeim stærstu hluti sem við berjumst fyrir eru öryggismál. Við erum mjög farsarlega við erum með mjög mikinn samtakamátt og mjög þétt samstæða innan okkar raða sem er lykillinn að sterku stéttarfélagi. Það er samstæðan og þessum alltaf verið að reyna að kljúfa hana og brjóta hana upp. Ef við tölum hins vegar flugfreyjurnar að þá er það líka gamalt stéttarfélag. Það stofna sitt stéttarfélag 1954, held ég að ég fari rétt með, er 70 ára þessu ári, þetta stéttarfélag, og þær hafa byggt upp þessi kjör og það sem að flugfreyjur hafa gert er að þær hafa í raun og veru að því að þetta var lengi vel og reyndar ennþá svona að stæðstum hluta til kvennastétt, ef við mögum segja svo, að þær hafa verið svo kvennastétt sem að hafa náð hvað eftirtektarverðustum árangri í að berjast fyrir og halda sínum kjörum. Þannig að ég held að við ættum að líta til þeirra frekar heldur en að segja að við höfum enga samúð með þeim. Þær hafa með samtakamætti og skipulagi náð því. En hefur það ekki eitthvað gefið eftir? Einhver sagði mér það að orðaði þetta einhvern veginn svona þegar ég var flugfreyja fyrir 30 árum að þá gat ég klárað háskólana með því að vinna. En núna eru bara vaktirnar orðnar svo miklu þéttari og launin miklu lægri að ég held að bara engu myndi takast það sem mér tókst að gera. Nei, ég held að það er sama sagan með stykkin í ræstingum. Að einu sem gæti maður tekið 2 stykki og dríkt tekjur sína sem einsta móðir. En núna er ég komin bara á taxta inni hjá dögum og þau hyrðu allan ávinningin af því að hvað ég er fljótt að vinna. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér að þetta er á afturhaldi, það er að segja að kjörin hlutfallslega eru ekki eins góð og þau voru. Og en þetta er vissulega, það hefur alltaf verið ævintýralegum yfir þessu starfi og sérstaklega kannski fyrir okkur eigaskeggja vegna þess að það að ferðast
sko í burta stjerinu sko hefur alltaf verið heillandi og það fyrir ungt fólk að komast í svona starf þar sem að þú fær kannski að sjá einhvern hluta af heiminum í gegnum starfið, auðvitað það spennandi og allt það en menn hugsa oft flugfreyjustarfið eins og þetta sé bara svona eitthvað sem voðalega létt og skemmtilegt og svo ferðu bara í stopp einhver staðar og getur spókaði í stórborgum sko en þetta er alveg hörkuvinna og fyrst og fremst þetta öryggisstarf. Þetta snýrað öryggi farþegum borð. Þjónustan sem fólk að fá, hvort þú kaupir samloku eða fær mat fyrir fram að þig eða drykk, heitan, kaldan, hvað sem þetta er algjörlega aukalega sko, við allt hitt. Sko. Öryggisatriðin sem að þær sinna borð eru mikil og það eru mjög strangar kröfur sem gerðar eru til þær og mjög þétt samstarf sem að þær eiga við flugmenn og fyrir hönd fyrirtækisins að gera öryggistekk og svona. Þannig að og það sem að mér finnst svolítið gleymast í þessu og kannski að gleymast hjá jafnvel gömlum og mjög established fyrirtækjum að virðið í þessum flugfreyjum sem að gerðu þetta að ævistarfi ævintýralega mikið vegna þess að þær taka á móti kúnnanum þær segja velkomin borð og viðkomandi kannski búin að lenda í leiðindum eitthvað sko í innritun eða á bara slæman dag og kemur borð og ég hef séð sko þetta fólk sem að vinnur með mér aftur í gera alveg ótrúlega hluti til þess að gera upplifun fólks ánægulega til þess að hjálpa fólki sem veikt eða að glíma við jafnvel geðræn vandamál borð til þess að það lappi frá borði með góða upplifun. Hvers virði heldur að þetta sé fyrir fyrirtæki, fyrir fjármagnseiganda, fyrir hluthafa? Mikils virði fyrir farþegana, fólk getur bara rifjað upp að þegar það lendir í flugi með mjög óanægðum farþega það getur eyðilagt Já. Þessar 3 eða 5 tíma sem að maður lokar inn í þessu röri. Já, akkurat. En þá spyr maður sér líka þessu sko að eru kannski bara fyrirtæki að einblína á ranga hluti? Erum við ekki öll þannig að ef að þú ferð og þú kaupir þér þjónustu, hvort sem að það flugfélag eða þú ferð á veitingastað eða ferð í leikhús eða hvað sem viltu ekki láta að koma fram við því eins og manneskju? Viljum við borga minna til þess að fá dónaskap í andlitið eða? Það bara hluti fyrirtæki ekki rekin með þessi markmið. Það bara einn mælir í borðinu á þeim og það arðsemi og hvað hægt að flytja mikið fé út úr ekstrinum til eigandana. Til skemmri tíma. Já. Það nefnilega til skemmri tíma. Það til viðskiptafræði bókasöfn sem að segja að þetta sé ekki klók leið til þess að reka fyrirtæki. Þetta skrælir þau innan og gerir þau að vantar í þau segluna og þegar á bjátar að þá skreppa þau saman á meðan að fyrirtæki sem eru byggð upp á fjölþættari hátt að þau geta staðið af sér áföll og annað. Ég held að þetta segir bara heilmikið þá sem eru kannski að reka fyrirtækina. Sko það mætti segja að þetta væru kannski menn sem að eru raunverulega undirmáls. Ef að þetta eina aðferðin sem þú hefur til þess að skila sko tímabundinni arðsemi, þetta klókur og góður stjórnandi? Bestu stjórnendur og þeir sem hafa átt og reki fyrirtæki eru þeir sem voru í því for the long run sko, sem ætluðu sér að byggja upp sterkt fyrirtæki til lengri tíma, þeir notuðu arðin sem skapaðist til þess að setja inn í fyrirtæki og byggja upp ennþá sterkara fyrirtæki og við sjáum bara stórt fyrirtæki okkar gerir eins og Boeing að þegar samrunin verður hjá Douglas og Boeing, hvað gerist þá? Þá byrjað á því að reka verkfræðingana sko og fólki sem hafði þekkingun á gólfinu sem byggði vélarnar og eftir það hefur þetta bara verið hörmungasaga. Þar voru náttúrulega stjórnvöld sættu sig á því eftirlitið með starfseminni var flutt inn í félagið sjálfs. Þannig þau áttu, markanum var triss og vel að það mátti hafa eftirlit með sjálfum sér og endaði í hörmungum. Og þetta eru líkindi með þessu. Já, en að því hún nefnir flugfreyjufélagið, það inn í ASI og maður velti fyrir sér býtu, þær eru hluti af ASI en akkur tekst þeim þá ekki að vinna eða stoppa þetta gula verkefnisfélag sem var stofnaði þegar play byrjaði. Af því að sko, ég held að stóra stýringin á því sé raun og vera verkalýðshreyfingin sem slík. Hún hefur ákveðin vopn, þau raun og veru být ekki nema þú sért með samning við atvinnurekanda. En þá ekki komið tími bara að gera kröfu á stjórnvöld að þau standi verji þann vinnumarkað sem að hér mótaðist á síðustöld? Jú, en málið að sko í lögunum raun og veru þessi heimild, það að segja sko kjarasamningar ASI og það flugfreyjufélagið undir að, sem hluti af þessum heildarsamtökum að grunnsamningurinn var samningur flugfreyjufélags Íslands við Icelandair og það var raun og veru athugasemdir sem flugfreyjufélagi gerir við þennan gjörning, við þennan þessa röð málamynda gjörninga sem áttu við hjá Play og Drífa var að gagnrýna að þar vantaði eftirlitsaðilana, þar vantaði stjórnmálamennina til að stíga inn í og segja, heyrðu,
samkeppni góð, endilega byggju fyrirtæki hérna, en þið farið að þessum grundvallar leikreglum. Þið farið ekki undir það sem hvað gerir það þetta? Þetta skekkir samkeppnisstöðu. Og hvað á þá fyrirtæki, hvort sem að það Icelandair eða eitthvað annað, eða einhverjum öðrum geira. Ef þá með eitt fyrirtæki sem að þarf að fara eftir þessum leikreglum og þá með hærri kostnaðarstruktúr vegna þess að fólk með orlofsrétt, það með fæðingarorlofsrétt, það með veikindarétt og svo framvegis, það greitt í lífeyrissjóð. Hvernig stendur á því að menn sjá þetta ekki, að þú ert að búa til ójafnan grundvöld til samkeppni? Það verður þá ekki verkefnishreyfingin að gera kröfu á stjórnvöld að þau verji samkomulagið það hvernig vinnumarkaðurinn á að fúnkera á Íslandi. Jú, annars bara grotnar það niður. Aðalmálikunar það að menn fari eftir lögum, en þess að lögin eru til staðar. Þau eru til staðar. Það eru lög hér áhafna starfsmannalegur. Það eru lög hér erlent fólk sem að vinnur hér á Íslandi. En til að tryggja að ég fara eftir lögum, þá þarf ég náttúrulega að gera það. En ef ég gera það ekki, þá þarf að vera eitthvað system sem að grípur mig. Já, en hver eru skilaboð stjórnvalda? Það ekki í þessum tilfellum sem þú ert að lýsa. Þá brjóta mann lögin, en það bara ekkert gert. Nei, það ekki gert. Og það mál vegna að brota á lögunum varða við hegningarlöggjöfina, það kemur skýrt fram í lögunum 38 frá 1938 vinnulöggjöfinni, það kemur skýrt fram. En af hverju ekki farið eftir þeim? Hverjir eru það sem að ýta á bakvið tjöldin á það og það sé ekki gert? Hvernig stendur á því að það í lagi að brjóta lög og jafnvel vera dæmdur fyrir lögbrotið, en það gerir engin neitt? Þarna vantar framkvæmdarvaldið. Já, þá erum við komið með ríkisvaldi í hendunar á þeim sem eru að reka svona fyrirtæki sem þú ert að lýsa og að brjóta ekki starfsfólkinu. Ríkið að venda þá en ekki þig og annan. Og bara þannig að maður gæti sanngirni í þessari umræðu að með þess ég ekki að segja að öll fyrirtæki séu undir þennan hatt sett. Flest fyrirtæki eru nefnilega að taka þátt í þessum samfélagssáttmála. En ef við höfum ekki eftirlitið þá gætum við enda með því að öll fyrirtæki verði eins og þeir sem Já, ég meina hver freystingin? Ef þú ert að reyna að reka fyrirtæki á einhverju jafnréttisgrundvelli í samkeppni og svo annar aðili við hliðina á þér sem að fær bara að spila eftir einhverjum allt öðrum leikreglum og það engar afleiðingar sem að því hljótast. Auðvitað fara menn að horfa til þess hvernig á ég að deyja drottnum mínum og missa fjárfestinguna sem að ég á í mínu fyrirtæki, menn eru jafnvel með heimil og fjölskyldu veðsetta á bakvið fyrirtækið, áttu að deyja drottnum þínum og tapa öllu þínu vegna þess að það einhver annar sem spilar leikin öðruvísi og illa og ólöglega. Og eins og segi, hvað eru skattaðuvöld? Eins og segi, það vefst ekkert fyrir þeim að hjóla í einstaklingin, En þegar þetta blasir við og búið að leggja fyrir þá, þetta umfangið, útreiknað, ekkert gert. Herðu, Jón Þór, þú ert að fara í flug. Þakka fyrir að koma hingað við Rauðaborðið á leiðinni út á flugvöll líklega. Og takk fyrir áhugavert fréttabréf. Það hægt að finna það inn á vefnum ykkar, Félag íslenska atvinnuflugmanna FIA.is eða? Já. Það heitir Kotra og ég hvet fólk til þess að lesa það því að það töluverð umfjöllun einmitt í svona félagsleg undirboð og svona aðferði sem að fyrirtæki nota til þess að brjóta niður samtakamátt verkafólks. Kæra þakkir fyrir mig. Takk. En við höldum áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is